Já, einhvern veginn verðist allir að spyrja út í stóra trémálið. Kemur það óvart áhuginn á þessu stóra tré? Hvað sér ég? Áhuginn? Áhuginn á stóra trénu? Já, eiginlega sko. Ég veist að þetta var nú ekki það stórt tré heldur sko. Það er aðalega það sko. Stóra tré var í mínum garði sko. En já, þetta er náttúrulega búið að blása þetta algjörlega upp úr öllu valdi, þetta trjáadæmi fyrst mér sko. En við höfum bara gaman að því. Er eitthvað nýtt að frétta á stóra trémáluna? Nei, ég held að það sé bara ennþá í siglingu sko. Ég hef ekki allavega heyrt neitt nýtt eða svo sem ekkert verið að einbeita mig mikið að stóra trjámálunum sko. Eflaust margir búin að spyrja út í þeim MMA-bardagann síðustu mánuðum. Er kannski fegin að fá að berjast aftur og setja þann bardag kannski aðeins svona í baksinnisspegilinn? Já, ég er ekki mikið fyrir að velta mér alltaf mikið upp úr fortíðinni sko. Og það er alltaf, þú veist, maður spurður endalaust spurningum fortíðina sko, og þá þarf maður að fara að hugsa og pæla og draga eitthvað upp sko, sem maður er kannski bara búinn að afgreiða. Já, það er mjög fínt að halda bara áfram og loka ákveðnum köflum. Æfingafélagið þinn og vinur Conor McGregor var á Íslandadögunum þar sem hann sagðist vera hættur og var í kjölfarið tekinn af UFC 200. Hvernig hefur þessi atburðarás litið út svona út frá þínu sjónarhorni og kemur það kannski óvart að hann var tekinn af UFC 200 kartinu? Já, það kom hann náttúrulega óvart sko að hann myndi retire og tekinn út og allt það, þetta kom hann alltaf óvart sko, en síðan svona þegar þetta var farið á stað þá það var nú ekkert eitthvað að hafa gríðarlega áhrif á mig sko, eða mitt kamp, en maður fylgdist með og já, bara eins og vanlega hefur bara gaman að þessu. Er ekki bara fínt að vera komin aftur til Evrópu og berjast hérna í staðan fyrir að vera alltaf að þvælast til Vegas? Ég var smá þreyttur á Vegas bara. Jú, þetta var mjög þægilegt. Ég flög til Dublin fyrst og síðan frá Dublin og hingað og það var bara, rúmur klukktími eða eitthvað flug til Amsterdam. Þannig að þetta var alveg helvítið þægilegt. Það er líka gaman finnst mér að vera í Evrópu og gaman að koma til nýra borga. Ég hef aldrei komið hérna. Ég hef bara aldrei komið til Hollands einu sinni og mér finnst það að vera helvítið skemmtileg borg. Bæði Jón Viðar og John Kavanagh að tala að þegar núna er að gera meira þolæfingum núna fyrir þennan bardaga heldur en áður. Var það eitthvað sem þér fannst vanta áður og finnur þið mikið mun sjálfur á þólunum? Já, það er alveg augljós munur. Þetta er svona nýtt prógram sem að John var að taka inn fyrir fætirana og þetta er heldur þægilegt og skemmtilegt prógram eiginlega sko. Þetta er svona þú æfir 3 daga, hvílir 1, æfir 3 og þetta eru snöggar æfingar, intense og alveg liftaðar alveg upp og síðan en þú nærðar í recovera vel fyrir síðan æfinguna kvöldið sko. Þannig að ég fíla þetta prógram vel sko. Finnst þið vera meiri pressaði núna að vinna þar sem þú er búinn að tapa síðustu 2 af 3 partnerðinum og finnur eitthvað fyrir þessari pressu? Er þetta bara sama og alltaf? Já, mér finnst bara alltaf vera pressa að vinna sko. Það er bara pressan sem maður setur sjálfur á sig sko, að vinna og hún í rauninni breytist ekkert. Maður vill alveg jafn mikið vinna hvern einasta bardaga þótt maður sé búinn að vinna alltaf undan eða ekkert á undan eða hvernig sem held ég þá fer maður alltaf inn í bardagan með sama hugafar sko, og þú ætlar að vinna sko. Og hvernig muntu vinna á sundaginn? Ég ætla mig bara að klára bardagan eins og alltaf sko. Það er bara að fara inn og klára hann örugglega hvernig sem það verður. Ég er ekki með neitt svona sérstakt sem ég vill endilega gera sko. Það er bara að grípa gæsina sko. Takk fyrir.